oft notuð rökfylki til þess að bera eitthvað svona saman. Skoðum þessi fylki hér og berum þau saman í MATLAB. Byrjum að athuga hvort þessi jafn stór. Það þarf að fylgi skilgreiningin. Clear, CLC, close all. Átum búið að fylgi C. Þetta 1, 2, 3, 4, 5, 6. Og fylgi D sem 1 og svo 1 plus 1 og svo 1 plus 2, 1 plus 2 og næst kom 6 minus 2, 3 plus 2 og svo kom 3 sinnum 2. Þá getum við séð hérna hvort þessu jafn stór size D sem sama og size D. Þetta getum við nota akkurat hérna. Jafn stór saman sem size C það sama og size D. Það getur hérna erum við jafnt og rifum þessu upp að ef við setjum jafnt og þá er það spurning size D víddir C jafngildar víddum D og við setjum svarið í þessa breytu hérna jafn stór. Og fjöldi lína og eins og sami og fjöldi dálka. Þannig hérna erum við komið rökfylki og jöfn, þá getum við sagt C það sama og D. Við getum náttúrulega ekki tekið á því fyrir við vitum að þessu jafn stór. Ok. Öll fylki hafa samgildi 1, þannig þau eru jöfn. Nú skulum við tala snið talna og námyndun. Við höfum svo sem aðeins skoðað snið talna og byrjum bara hérna aðeins á einfaldri athugun. Til dæmis hérna pi gefin hérna með 5 réttum aukastöðum. Það sé að við erum búin að klippa aftan 5 aukastæðin. Ef það er tekið fram að séu réttir aukastafir, þá vitum við ekki hvort það sé rétt námundað eða ekki, en við vitum alltaf að þetta eru réttir aukastafir. Hér á að vera 1, 4, 1, 5 og 9. Og við getum notað þessar upplýsingar til þess að námunda að 4 aukastöðum rétt. Og samkvæmt námundanreglum þá sjáum við að 9 það er stærri en 5, þannig að við ætlum að námunda 4 aukastöðum hérna. Það er að taka 5 á aukanum 1, þannig að næstu því 6. Þannig að rétt nálgun væri 3,1416. 3,1416. Og þá tölum að við séum búin að nálga pi með 4 öruggum aukastöðum, af því að réttir aukastafir ekki endilega sama og öruggir aukastafir. Eins og þessu tilviki hérna, þessi öruggir, þá vitum við að fyrstu 3 eru réttir og þessi hérna síðasti, hann er rétt námundaður. Hann gæti verið réttur aukastafur líka ef að námundinu var þá niður, en þessu tilviki þetta ekki réttur aukastafur en rétt námundur. Og til dæmis er besta rétta nálgun tölunar 1,994 með aukastafur með 2,0000. Í námundaðu gildi eru 4 öruggir aukastafir en enginn er réttur. Það er líka ágætt að tala svona hluti. Okay. Og eins og við höfum tekið eftir oftast þegar við verðum að skrifa út einhverju tölur sem eru komutölur, þá hefur við fengið 4 aukastæði, skrifa það. En við getum beðið MATLAB að gefa okkur 15 aukastæði með ekki að format long. Þannig að við prófum að skrifa. Skrifum bara þess til, clear, CLC, það skrifum hérna pi. Til dæmis þá fáum við 4 rétt aukastæði. En ef við gerum hérna format long, og gerum pi, þá fáum við 15 örugg aukastæði. Og ætlum við skipta tilbaka, format short. Já, ákomum 4 aftur. Hérna svo bara að tala þetta aftur. Að format long gefur pi með 15 öruggum aukastöðum, en
þeir eru ekki endilega réttir. Ok, hérna verður aðeins tala fall sem heitir VAF-PA. Það getur að gefa okkur kleift að fá fleiri aukastafi. En það krefst þess að við notum táknbreytur og þá er MATLAB-inu að reikna algebrískt eða svoleiðis. Það krefst mun meiri reikninga heldur en bara íta á pi og fá eitthvað sem þú skrifa út. Þannig að það er hægt að nota þetta, en við þurfum að nota Math Symbolic Toolbox sem var talað að þyrfti að sækja í fyrir þennan áfanga. Og tökum þetta aðeins saman. Ef P er rauntala og R er það tögubrot með n aukastöfum sem besta nálgun á P, þá segjum við að R sé gefið með n öruggum aukastöfum, ef það er rétt námið. Og hér er bara að tala þetta, að tala örugg aukastafi. Ef P er óratala og R er sama sem 1.283 er besta þriggjastafa aukastafa nálgun á P. Hver réttur þriðji aukastafur P er gefið ef það er ekki 3? Og þá er það þannig, ef við erum með einhverja tölu hérna, að gefið að rétti aukastafurinn er ekki 3. Ef að talinu minni, ef fjórði aukastafurinn er stærri en 5, þá er við náum þetta upp. Þessi talið eru 4. Ef talinu er minni en 5, þá er við náum þetta niður í 3. Annarkvort var að náum þetta upp í 2 eða upp í 3 úr 2 eða rétti aukastafurinn 2. Þannig að vitum við að fjórði aukastafur er annarkvort 5, 6, 7, 8 eða 9. Og svo í hagnýtum raunvísindum þá er fjöldi markverða tölustafa mjög mikilvægt hugtak. Það er náskylt fjöldi öruggra aukastafa, en það er aðeins flóknara. Og fjöldi markverða tölustafa tekur með samhengi. Þannig að það er mjög mikilvægt til dæmis að reikna dæmi í eðlisfræðislýs. Þá er ykkur gefnar upplýsingar með fjölda aukastöfum og þá verður það að gefa lokasvarið með réttu markverðum stöfum í samhengi við það. Og hérna er bara nokkur talna snið sem við getum notað. Bank, þá fáum við 2 aukastafi, short, þá fáum við 4 og long, þá fáum við 15 örugg aukastafi. Ef við skulum formata rætt eða formata rational, þá er ákveðin að ræða nálgun, eða þá rétt svar ef að segjum við skulum 3/4 þá 0,75, ef við skulum format rætt þá fáum við 3/4, þannig að gefa okkur það brotið eins nærri og við getum. En hins vegar er þetta líka nálgun eins og fyrir pi. Ef við skulum pi þá gefur okkur nálgun á pi, en þetta, við vitum það að pi er ekki ræðið tala og þar alveg getur þetta ekki lýst nákvæmlega með broti. Þannig að þetta er brotin vissulega kannski ágætt nálgun, en það er ekki nákvæmt svar. Short E og long E gefa 4 og 15 örugga aukastafi á staðalformi. Þannig að svipa eins og short og long, nema E stendur fyrir að hafa þetta á staðalformi, og þá fáum við hérna 4 aukastafi og E stendur fyrir veldisvísir, en það stendur fyrir sinni 10 í 0. veldi, af því að þetta er bara ennþá 3. En við til dæmis skrifum hérna mat short E og skrifum til dæmis 3/4 og 5/6. Það fáum 1.23445 sem 10 í 3. veldi, þetta er 1000 tali. Við fáum þetta staðalformi. Hér er bara smá spjall það. Og hérna tölum við það sem var aðeins snert á í fyrsta kafla, eða það sé minnst á í myndböndunum, afrúmningskekkja. Að óbreyttu þá reiknar MATLAB með 15 aukastafa öryggi. Og þetta dugar hins vegar í langflesta hagnýta útreikninga. En hins vegar ef við skoðum hérna einingabrotið 1-37, það hefur aðeins 3 tölustafi í lotunni, 0,27. En hins vegar ef við skoðum 0,27, 0,27 og 0,27, 0,27.
en hins vegar lota einingabrótíðins 1.23 lengri en 16. Þannig að við getum ekki séð alla lotuna í MATLAB óbreyttu, en lengd lotuna hlýtur einhvern veginn að vera minni en 23. Til að sjá út lotuna þá getum við notað VAF-PA og ef við byrjum 44 aukastafi þá ættum við að geta séð hann tvisvar 0, 4, 3, 4, 7, 8, 6, 2, 0, 8, 69, 5, 6, 5, 2, 1, 7, 3, 9, 1, 3 og svo sjáum við aftur hérna 0, 4, 3, 4, 7, 8, 26, 0, 8, 6, 9, 5 og áfram. Og þá getum við séð þetta birtist. En þá þurfum við að nota þetta VAF-PA aftur. Sem ágætt að þekkja, en þetta er svona fall sem við tekur aðeins á. Það eru 22 tölustafir í þessari lotu. Þannig að og ef við ætlum að bera saman tvær tölur í MATLAB, þessi komutölur eru töfbrot og munurinn er ekki fyrir 15. og 16. aukastaf og það höfum við ekki haldbæra forsendur til þess að greina millera og þá tölum við það sem kallast afrunningsskekkja út af þessum því að MATLAB er bara 15 aukastafi og þá er allt það sem er umfram það klippist af í raun og veru eða námyndast og þannig að skekkjan getur verið einhver og við til dæmis sáum ef við gerum hérna sin af pi aðrir var það pi, akkúrat pi hérna sem gaf okkur sjá hérna, þessi tala hann er 1,22 sem er 10 mínus 16 þannig að þetta er pingu lítil tala og ef ég segi er þetta sama og 0 þá fáum við nei, af því að þetta er einhver tala þetta er ekki 0 þannig að hérna skilgrunum við að látum A og B vera tölur ef að mismunir það tölugildi að því er minni en 10 minus 15 þá getum við nú sagt að það séu sama talan en ef við vitum að þær eru jafnar við vitum til dæmis að sin af pi það á að vera 0 en þetta gefur 0 þá tölum við að hérna sé að það er afrúningsskekkja þessu reikningum hér og annað er þetta að sjá þarna en líka hér skoðum að við vitum að x í ykkur veldi n í veldinu 1 á móti n það er að vera n á móti n og það verður 1 þannig að það gefur bara x til dæmis vitum við að 4 í 7. veldi í 1/7 veldi þá gefur það okkur 4 þá vitum við að mismunur þess að tala er 0 en ef við skoðum þessa tölu í MATLAB við getum gert það hér eða bara hérna í bókinni sjáum við að kemur svipuð tala eitthvað tala hérna og svo 10 mínus 16 það er þá oftast þegar umræðir afrúningsskekkju og til þess að stækka öryggisspil örlítið þá setjum við muninn oft í hálfan sem 10 mínus 14 og skoðum aðeins hérna síndaví látum A vera 4, 3, 8, 7, 2, 9 og ef B er x í 1/7, 3 í rótinu af x yfir 8 og 7 og svo rótinu af x yfir 2/10 og svo 9 þá getum við sagt okkur hvaða gildi þarf x að vera til þess að A og B þessi fylkin A og B séu jafn fyrir það að reikna höndunum og svo að nota rökfylki til þess að staðfesta svarið og ef rökfylki gefur réttast niðurstöðu gefur rökfylki rétta niðurstöðu ekki gert ráð fyrir afrúningsskekkju. Þannig að við þurfum bara að skoða þetta. Og hérna sjáum við 3 jafngildi 3, 7, 7, 9, 9, þannig að þetta er jafnt í sætum sem að þurfum ekki að reikna. Svo getum við sett hérna 4 og hérna verður x í 1/7 veldi. Þannig að þá getum við gert ráð fyrir því að þetta á að vera jafnt til þess að þetta geti verið sama. Þá verður talan að vera 4096 eða 4/7 veldi og við þurfum að athuga hvort að aðrar jöfnur fylgja jöfnunni haldi ef x er 2/12. Við höfum rótin á 2/12 þá getum við nota bara veldareglur sem það er 2/7 veldi deilum 8 sem er 2/3 og 2/3 sem er 8 og það er 8, það passar. Og
svo 2 í 12, deilt með 2 í 10, fá 2 í öðru, rótin af því að fá 2 og hér 2, þannig að þetta passar líka. Þannig að samkvæmt þessu, þá eru fylkin jöfn. Þessi, við erum búin að skoða þessi stök hérna, fundum töluna með þessu hér og tekkum hvort þetta ætti ekki örugglega við í hinn stökin líka, það passar. En ef við berum þetta saman í MATLAB, skoðum hérna clear, TLC og close all, og segjum að það var fylki 4, 3, 8, 4, 3 og 8, og svo 9, nei fyrir ekki, 7, 2 og 9, 7, 2 og 9. Ok, svo átti x að vera, við reiknum að það væri 4 í 7. Svo átti b að vera x í veldinu 1/7, svo þetta koma 3, svo rótin af x deilt með 8, svo kom hérna 7, svo kom rótin af x deilt með 2 í 10, 2 í 10, það getur ég á rótin yfir allt saman hérna, rótin yfir allt saman, x deilt með 2 í 10, og svo kemur 9 í síðasta stakið. Þannig að við keyrum þessi fylki hérna, byttum við, 4, hérna er ekki 3, sem er ekki eitthvað glóri hérna, hér átti ekki að vera x, 3. Ok, hérna við horfum á þetta, hérna 4 bara, 3, 8, 7, 2 og 9, þannig sjáum alltaf 4 eftir með aukastum, það er þetta rétt. Svo ef við berum saman fylkin, A er sama B. Sjáum við fáum alls þar 1 nema í fyrsta stakk. Þannig að það segir að 4 er ekki sama 4. Þá getum við annað hvort skoða hérna kóða hérna. Og mismunurinn er skoðaður til að sjá hérna þess, ok. A mínus B. Ups, ég ætlaði ekki að hafa hérna. Já, hvernig þetta var mismunur? Sjáum við hérna, hér 0, 0, 0, 0 og hérna er tala sem er í mínus 16. Þannig við erum einhvern veginn að gera ráð fyrir þessum skekkjumun. Þannig að þá getum við sagt, ok, er með skekkju, segjum við, ok, munurinn af tölugildi mismunarana A mínus B er hann minni en 10 eða 0,5, svo getur sett bara E mínus 14. Þá bara spurningi svo, er mismunarfylgjum, er hann minni heldur en 0,5 sinni 10 mínus 14? Það fáum við alls þar, já. Þannig að þá vitum við að fylkin eru jöfn ef gerum ráð fyrir rökskekk. Og tilgangur með þessu er bara að við þurfum að þekkja takmarkanir tækjanna sem notum. Tölvurnar eru öflugar en fátt er fullkomið. Það er bara alltaf sumt hér. Við þurfum bara að varast þetta. Fá okkur varnartæki og hérna notar öndin reglíf til að verjast. En við skulum ljúka þessu myndbandi hér. Ég hvet ykkur til þess að aðeins svona lesi gegnum þetta aftur hérna. Tala um áreiningsskekkju, pæla hans í þessum glugga hérna og fara ekki með sýninguna aftur. Þetta er svona pingu snúnar hugmyndir en það er mjög mikilvægt að gera ráð fyrir þeim svona. Ef þess þarf, ef maður komið snúna reikninga, sjá hérna komið stóra tölur og draga veldi af því og slis. Þannig að bara þekkja takmarkanir á öllu þessu notum. Segi bara takk í dag.